Já, komið sæl og gleðilega hátíð. Það eru blessu jólin og stærstu dagur okkur kristinna manna er liðinn, dagurinn sem við fögnum komi frelsarans á sérstakan hátt. Dagurinn sem litla barnið fæddist, barnið sem er frelsari okkur mannana, barnið sem var og er Guð sjálfur, skapari okkar og frelsari. Yður er í dag frelsari fæddur sem er Kristur drottinn í borg Davís, sögðu englarnir við fjárhirðina í Haganum í Lúkasti 2. kafla 11. versi. Og í 13. og 14. versinu segir: og í sömu svipan var með englunum fjöldi himneskara hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Það er vegna komu frelsarans til okkar mannana sem þess vegna höldum við jól. En í hugum margra eru þar þessi rauðklæddu karlar sem jólasveinarnir sem hoppa og skoppa út allt og eru mjög áberandi í öllum undirbúningi jólana. Og þeir hafa, ef svo má segja, stólið jólunum svolítið. Þeir gefa börnum gjafir í skóinn ef þeir haga sér vel, en það má segja að þeir geri mikið fyrir börnin þegar fullorðna fólkið er upptekið í jólaundirbúningnum. Það er ekki ýkja langt síðan börn á Íslandi fóru að koma skóm fyrir út í glugga á aðventunni í von eitthvað smáræði frá einhverjum jólasveinana. Vitaðum dæmi fyrir 1930, en þetta mun ekki hafa orðið almennu siður hér á landi fyrir en eftir miðja 20. öldina. Sjálf man ég ekki eftir að hafa sett skóinn minn út í glugga þegar ég var lítið stelpa. En litla systir mín man ég að hafi sett skóinn út í gluggan en hún er fædd 1952. Mínir strákar settu skóinn í gluggan og fengu eitthvað smáræði í skóinn. Eitt sinn voru smákökur í skónum og eldri strákurinn minn sagði þegar hann kíkti í skóinn sinn: mamma, jólasveinninn á alveg eins smákökur og þú bakaðir. Uppruni hins rauðklædda jólasveins má rekja til heilags Nikulásar sem sagður hafi verið biskup í borginni Míra í Tyrklandi á 4. öld eftir Krist. Nikulás var meðal annars verndardýrlingur sæfara, kaupmanna, menntasetra og barna. Löngu seinna var hann þekktur sem gjálfumildur biskup, klæddur purpurarauðri kápu með mýtu á höfði. Hann deildi út gjöfin til bástatra en einkum til barna. Lúterstrúamenn vildi ekki láta kaþólskan dýrling sinna þessu hlutverki og byggu því til svipaðan karl sem þau kölluðu afa Frosta. Það má því segja að hlutverk jólasveinsins hafi sprottið af kærleika til þeirra sem minna mega síns. En á 4. áratugi 20. aldar fór Coca-Cola svo að stað með hina frægu auglýsingu eða auglýsingarherferð þar sem jólasveinin, teiknaður af Hatton Sundblom, var í aðalhlutverki. Ef til vill hefur sú herferð orðið til þess að festa ákveðna ímynd jólasveinsins í sessi, en víst er að þessi ímynd jólasveinin hafi verið til skeið eða frá biskupnum áður nefnda og var ekki uppfinning Coca-Cola eða Sundbloms, þótt að hann hafa vissulega túlkað fyrir hugmyndir eftir eigin höfði. Og í dag er það árlegur viðburður hjá Coca-Cola að jólasveinarnir keyra bæinn á flutningabílum sem skreyttir eru jólaserjum sem þeir kalla jólalestina og allir krakka vilja sjá lestina, keyra og hitta jólasveinina og fá eitthvað gott frá þeim. Jólin hafa oft á tíðum verið kölluð hátíð barnanna. Það má segja að það sé mikið til í því. Jólin eru fyrir alla.
Því þetta er frelsunar, blessunar og minningarhátíð allra þeirra manna sem trú á Jesú, sem frelsara lífsins. Jólin eru staðfesting á því að litla barni sem fæddist fátækur og var lagður í jötu var sjálfur Guð. Hátíð barnanna, já það er rétt, því öll eru við börn Guðs, stór og smá. Því skaparinn gaf okkur stærstu gjöfina, hann gaf okkur sinn eigin son. Þess vegna gefum við gjafir á jólunum. Við gefum gjafir því við viljum gleðja aðra. Og það er líka gaman að fá lítinn pakka og opna með eftirvæntingu. Hvað skyldi verið í pakkanum? Þótt að mig vanti ekkert og vilji ekki að það sé verið að eyða peningum í mig, þá finnst mér gaman að fá smá gjöf sem pökkuður inn í fallega pappír. Því pakkanum fylgir ást og umhyggja og kærleikur. Og það að það er munað eftir mér, það þykir mér vænt um. Það er líka góð tilfinning að gefa öðrum. Það yljar hjarta, að geta glatt aðra með gjöfum. Ég náði þeim áfanga að vera 80 ára á árinu. Ég minnist jólana þegar ég var barn og hversu breytingin hefur orðið á öllum undirbúningi og tilgangi jólana í hugum og gjörðum manna. Fyrsta minning mín á jólum var þegar kviknaði jólatrinu heima á Hrísategg. Það var lítið jólatré sem pabbi smíðaði og hverri grein var lítið hvítt kerti sem stóð á klemmu sem var klemmt á hverja grein. Klukkan 6 var stofan opnuð en hún var alltaf lokuð nema við sérstök tækifæri eða tilefni. Pabbi kveikt á kertunum og við systur horfðum með undrun á litla tréð sem var svo fallegt þegar ljósin loguðu. Við sáum líka að litli bakkar lágu undir trénu. Ég hef áður rifjað upp þessi jól hér, þegar þetta litla tré brann og í minningu minni man ég eftir pappa laupa með tréð út og henda því logandi í snjóinn. Ég man líka eftir því að pabbi fór oft með okkur systur á Þorláksmessu, gangandi niður Laugaveginn til að kíkja í búðir. Við fórum til að kaupa jólagjöf handa mömmu. Hápunkturinn var að fara svo í Hafnarstræti til að sjá gluggan í rammagerðinni, því að þar var jólaskreyting, líklega svo fyrsta í búðaglugga hér á landi og fyrir marga Reykvíkinga var þetta fastur liður í jólaundirbúningunum. Að fara niður í bæ og ganga og sjá skreytinguna. Rammagerðin hefur sett jólaskreytingu gluggan á hverja ári í kringum 1. nóvember, allt frá miðri síðustu öld. Í þá daga var jólaskreytingi merkið þess að það þurfti að huga jólagjöfum fyrir þá sem bjuggu erlendis. Því póstskipin tóku sinn tíma að sigla til Evrópu og Ameríku. Ekki var þá hægt að senda jólagjafir með hraðsendingum eins og í dags og það var nauðsynlegt að huga að jólagjöfunum tímalega. Og þá var íslenskt handverk vinsæl gjafavara og voru þar margar lopapeysurnar sem senda voru til Evrópu jólin og einnig til Ameríku. Já, jólaminningarnar eru margar frá benskunni, en í minningu var undirbúningur jólana fólkin í bakstri og hreingerningum. Við systur föndruðum músastiga og bjöggu til poka til að hengja jólatré á meðan mamma var önnum kamið við undirbúningin. Á Þorláksmessu kom svo afasystir mín Sigga frænka til að úrbeina læri sem var svo fyllt með þurrkuðum eplum og sveskin. Það var jólamaturinn. Þegar klukkurnar í Laugarneskirkju byrjaði að hringja klukkan 6 á aðfangadag, þá komi jólin. Og eftir matinn voru pakkarnir frá mömmu og pappa opnaðir og eins og í dag þá var mikill spenningur að vita hvað var í bökkunum. Síðan var alltaf farið til afa og ömmu í Skipasundið og þar voru fleiri pakkar opnaðir. Amma átti stórt jólatré, eða í minningunni var það stórt. Hún hafði fengið það sent frá Ameríku. Alltaf var gengið í kringum tréð og syngið heimsum ból og Jesú bróði besti. Uppáhaldslögin hennar ömmu, eða það hélt ég,
Því oft sungum við sama Jesú bróði besti þegar við var hjá henni sem var mjög oft þegar ég var lítið stelpa. Síðan var sest til borðs og drukkið kakó og borðuð randalína. Amma bakaði alltaf randalínu sem var marglit. Hún var hvít, rauð og græn og brún sulta á milli laga. Amma var mikið fyrir skraut svo randalínan þurfti að vera skrautleg. En minningar jólin vekja ekki aðeins upp gleði. Þau fylla huga okkar líka minningum þá sem hafa hvatt þennan heim og þó jólin séu gleði stund sem okkar stærsta gjöf var gefin, þá eru jólin líka sorgarstund því margir minnast og sakna ástvina sinna sérstaklega á þessum tíma. Þegar við eigum að gleðjast, þá syrgjum við mest. Þá það minningar gleðileg jól með ástvinum okkar sem hafa hvatt þær eru svo stórar og miklar í hjörtum okkar. Svo eru margir sem eigum sárt að binda vegna sjúkdóma og slysa og margir eru einmana jólin, því miður. Í pistli sem Sigurður Árni Reynisson skrifaði núna 20. desember síðastliðinn í Vísir, lýsir hann þessum tilfinningum svo vel, þannig að mér langar að lesa það. Jólin vekja upp eitthvað í hjartanu sem ekki vaknar á öðrum tíma árs. Þau eru tími ljósa og endurfunda, en fyrir suma þau tími skugga. Þau minna okkur á hláturinn sem fyllti húsið og raddirnar sem þögnuðu, stólana sem standa auðir, bréfin sem aldrei voru send og orðin sem við sögðum ekki. Jólin snerta okkur á þeim stað, þar sem minning og löngun mætast, þar sem hlýjan blandað söknuði og við finnum okkur ósælir átt leita einhvers sem við getum ekki útskýrt. Það löngun eftir tengingu við þá sem eru farnir á einn eða annan hátt. Og áfram skrifar hann, jólin minna okkur á að ástin lifir áfram í formi sem þarf ekki líkama. Hún í röddinni sem hvíslar að barnin okkar, í ilminum sem minnir á ömmu, í augnaráði sem líkist einhverjum sem við héldum að væri horfin. Kannski það einmitt það sem jólin kenna okkur, að sambandi við hina látnu í raunu samband við lífið sjálft. Að tala við þá að tala við hjarta, við tíman og við ljósið, sem í raun slokknar aldrei þó það flökti. Lífið og dauðinn ekki andstæður, þau eru samtal. Og í miðju þessa samtals býr ástin sem hvorki þagnar né deyr, heldur finnur sér nýja rödd í hjörtum okkar. Í jólaþögninni gerist ekkert að sjálfu sér. Hún kallar á hlustun og þegar við hlustum finnum við að það komið að okkur að svara. Já, á langri ævi eru margar minningar og jólin eftir að ég var fullorðin og eignaðist minn mann og strákana mína 2 voru alls konar. Jólin voru alls konar á þeim tíma og ekki alltaf gleðistundir. Það voru stundu jól þegar Bakkus kom í heimsókn á Þorláksmessu og allt fór á hvolf. Þá voru jólin martruð sem ég ætla ekki að tala eða minnast, enda ég búin að grafa þessar minningar alla niður í snjóin í Snæfellsjökli og þar fá þær að vera þar Drottinn kemur og ákveður hvað hann gerir við þær. En við áttum líka góð jól þegar teppin var settur í flöskuna. Þá voru heilu jól, kræsingar á borðum og gjafir opnaðar. Jesúbarni fekk gjafir því vitringarnir frá Austurlöndum gáfu nýfæddu barni, gull, rekils og myrru. Gull merkir auðæfi, konungsríki, konungstign, ekki bara veraldleg auðæfi, heldur fyrst og fremst guðleg eða andleg auðæfi. Gull merkir konungana, gjafara mikla, Jesú Krist, sem gaf okkur sjálfan sig á krossinu. Reykelsi var notað í athöfnum við brennifórnir.
Reykelsið minnir á fórn Jesú, Guðs lambið sem dó á krossi. Reykelsið minnir líka á að með reyknum stíga bænir okkar upp til Guðs sem heyrir allar okkar bænir. Myrra yfirleitt notið til smurningar og greftrunar, sökum varðveislu gæða sinna. Græðandi eiginleika myrru geta tákna hlutverkrið sem hins mikla græðara og gjafara, frelsara mannanna, og notkun hennar við greftranir geta táknað hinn beska bikar sem hann drakk hann þjáðist fyrir syndir okkar á krossinum. Guð sendi son sinn sem lítið ósjálfberga barn í þennan sundiga heim til að deyja sem maður á krossi. Það var löngu ákveði. Hann gerði það í uppfyllingu tímans, þar að segja á réttum tíma sem Guð sjálfur hafði ákveði. Og í Galatabréfinu 4. kafla 4. til 7. vers segir: En þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan á konu, fæddan undir lögmáli, til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli og við fengjum barnaréttin. En þar að við erum börn, þá hefur Guð sent anda svona síns í hjörtu vor sem hrópar: Abba, faðir. Þú ert þá ekki frama þræll, heldur sonur, en ef þú ert sonur, þá ert þú líka erfingi að ráði Guðs. Já, hann kom sem barn og dó sem maður. Hann dó fyrir mig og hann dó fyrir þig, og hann dó fyrir ríka og hann dó ekki síst fyrir fátæka. Hann dó fyrir sjúka og fatlaða. Hann fæddist og dó fyrir alla synduga menn sem leita hans og biðja fyrirgefningu synda sinna. Hann dó fyrir alla sem vilja fylgja honum. Það gjöf Guðs til okkar mannanna. Hann sagði: Ég vegurinn, sannleikurinn, lífið. Það jólagjöfin. Nú líður að áramótum og ég hugsa árið sem að líða með þakklæti. Ég hef átt gott ár og fekk margar góðar heimsóknir sem þroskuðu mig og nærðu. Mér langar að deila með ykkur nokkrum af þessum vinum mínum sem ég tók á móti í líf mitt og tek með mér inn í nýja árið. Ég veit ekki hvaðan þeir komu, en ég tek á móti þeim og deili þeim með ykkur. Þolinmæðin heimsótti mig og minnti mig á að þó að góðir hlutir gerist hægt, vaksa þeir enga síður, því þeir nærðir kærleika. Innri friður heimsótti mig og minnti mig á að ég má taka mitt pláss með friði í gegnum lífið, óháð þeirri ringulreið sem í kringum mig kann að vera. Vonin heimsótti mig og minnti mig á að betri og bjartari tíð sé framundan og hún ávallt til staðar, mér til leiðsagnar og uppörfunar. Góðvildin heimsótti mig og minnti mig á þá mýkt sem mildi, fyrirgefning og samkennd gagnvart sjálfri mér og öðrum raunverulega er. Sjálfstraust heimsótti mig og minnti mig á að fela ekki eða bæla þá styrkleika sem ég býi yfir og þá hæfileika sem ég fékk að gjöf til þess eins að öðrum líði betur. Og ég ákvað því að taka utan það sem gerir mig að mér og hlúa enn frekar að mínum gildum og styrkleika. Kærleikurinn heimsótti mig og minnti mig á þann hafsjó af elsku og byrtu sem býr innra með mér og að þurfi ég hjálp að halda, þá eru sannar kærleiksstoðir allt í kringum mig og ég veit hverjir þær eru og ég veit að kærleikur Guðs umvefur mig. Vináttan heimsótti mig líka og minnti mig á hversu heppin ég með allt það fólk sem umlykur tengslanét mitt af sönnu trausti, kærleika, velvild og samstöðu, hjartans þakkir fyrir ykkur. Stærsta heimsóknin og gjöfin að andi Guðs heimsótti mig og gaf mig kjark og þor í trúnni
og von eilíft líf á himnum, stærstu gjöfina sem gefin hefur verið okkur mönnunum. Allar þessar heimsóknir og allar þessar gjafir tekið sannarlega með mér inn í nýtt ár. Og það svo gott að vita að Guð elskar glaðan gjafara og hann elskar líka þá sem með þakklæti þiggja gjafir sem eru gefnar. Já, Jesú kom í heiminn til að bjarga okkur. Hann lofaði að koma aftur til að taka okkur heim. Það ástæða til að vera glöð. Við skulum láta þetta lofar lifa í dag og alla daga og við skulum þiggja gjöfina hans til okkar. Frá Guði til þín og til mín. Og Jóhannes í 14. kafla, 1-4 versi segir: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo þér sé einnig þar sem ég er. Vegurinn þangað sem ég fer, þekki þér. Ég vil að lokum óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs og friðar og megi góðu Guð blessa ykkur ríkulega með öllum sínum gjöfum alla daga. Brátt hækka sól á lofti og við höldum inn í nýtt ár með gleði í hjarta og með vissu blessunar gjafir Guðs til okkar allra. Amen.